Þá komið að næsta pallborði, seinna pallborðinu okkar í dag. Þar sjónum beint að íslensku námi á vinnustað, tækifærum og áskorunum. Og núna heyrum við frá fólki sem hefur reynslu af því að læra, hefur reynslu af innleiðingu íslenskukennslu og stuðnings innan fyrirtækja og stofnana. Ég búin að læra aðeins í dag af því þegar ég fór yfir þáttakendur áðan, þá náttúrulega var ég ekki með þau öll á blaði og svo sagði ég Vendel, af því að það stendur á blaðinu mínu en hann heitir Vendel Galan V.O. Hann hjúkrunarfræðingur og verkefnastjóri á Menntadeild Landspítalans. Með honum sem núna hér skráð skilmerkilega Helga Fjóla Sæmundsdóttir, framkvæmdastjóri Mannauðs hjá Hornsteini, Ásta Bjarnadóttir, skrifstofustjóri starfsþróunar og starfsumhverfis hjá Reykjavíkurborg og Ólöf Guðmundsdóttir, hótelstjóri Hilton Reykjavík Nordica. Kristjana Arnarsdóttir, sérfræðingur á miðlunarsviði SA, ætlar að stýra þessu pallborði. Gjörið þið svo vel. Áttu þetta eftir? Það virkar. Sjáu þetta? Já. Sko. Við verðum svona að deila hljóðnumunum. Gaman að sjá okkur öll. Og já, eins og áður kom fram, þá ætlum við að taka svona bara íslensku nám á vinnustað eins og það núna. Alexandra, hún setti mig í svona ákveðna klemmu og svo svakalega í tímarammanum. Ég held að verði svona meira flæði kannski hérna. Já, hann ef við ekki bara að koma okkur í þetta. Viljið þið kannski kynna ykkur af því að þið voru svona kynnt á svið, vil ég kannski taka eina kynningu hvert og eitt? Já, ég heiti Vendel V.O. Ég upprunalega frá Filippseyjum. Ég flutti til Íslands fyrir 10 árum og ég sjálfur hjúkrunarfræðingur og verkefnastjóri Menntadeild Landspítala. Já, ég heiti Helga Fjóla Sæmundsdóttir og stundum kölluð Jólafjóla, styttist í jól. En ég sem sagt hjá eignarhaldsfélaginu Hornsteini sem að flestir þekkja nú betur svona B.M. Valla og Björgun Sement. Sæl, ég heiti Ásta Bjarnadóttir, ég skrifstofustjóri starfsþróunar og starfsumhverfis á Mannauðs og starfsumhverfissviði Reykjavíkurborgar. Legg ekki meira á okkur. Já. Sæl, ég heiti Ólöf Guðmundsdóttir og hótelstjóri á Hilton Reykjavík Nordica og lengi búin að vera starfsmaður hjá Iceland Hotel Collection by Bergæja sem rekur fjölmörg hótel hérna á landi. Þetta nákvæmlega ástæðan fyrir ég baði ykkur að gera þetta svo ég þurfti ekki að leggja þetta allt á minnið. Frábært, stóðu ykkur vel. En okkur langaði bara svona að ræða aðeins við ykkur, svona heilt yfir, taka það sem áður hefur komið fram inn í dag. Þetta búið að vera mjög fróðlegt að heyra bara hvernig staðan og hvað þarf að gera. Og kannski bara svona til að koma okkur inn í þetta. Hvernig staðan á ykkar vinnustað og eru gerðar kröfur íslenskufærni? Við byrjum kannski á mína hægri. Já, staðan hjá okkur þannig að eins og þið þekki þá ferðaþjónustan búin að vaxa gríðarlega síðustu ár og ég eins og segi búin að vera í þessu í 25 ár þannig ég búin að sjá gríðarlega breytingu en við erum núna að tala að á okkar vinnustað ferða þetta sjálfsagt eftir starfi hvaða tungumálakunnáttu það og það ekki öll störf sem þess krefjast en hins vegar það þannig að við viljum að sjálfsögðu fá sem flesta sem að tala íslensku og tala ensku, en við höfum jafnvel líka rekið okkur á það að það starfsfólk sem að koma, sem talar hvorugt og þegar var sem mest að gera þá var það bara þannig og við erum líka, eins og ég segi, við höfum ekki nefnt það í dag að við erum líka með starfsfólk sem komið hérna, eða útlendinga sem kannski ætluðu sér aldrei að koma til dæmis flóttamenn frá Úkraínu eða Venesúela eða annað, þannig að það bara fólk sem ætlaði sér aldrei, þannig sem þarf líka stuðning í þessum málum, þannig að Við erum með hér Reykjavíkurborg málstefnu sem að kveður á það að íslenska sé opinbert tungumál vinnustaðarins og þjónustunnar og við tókum upp fyrir nokkrum árum evrópska tungumálarammann í atvinnuauglýsingum til þess að svona kynna þá fyrir umsækjendum hvaða kröfur eru gerðar og það voru svona algengustu störfin hjá okkur voru metin með tilliti til krafna út frá tungumálarammanum. Það sem kannski vantar, við erum með þetta auglýst og kynnt en matsrammin í rauninni sjálfsmatsrammi eins og hann núna. Það ekki allavega viðurkennt stöðupróf í boði, við erum með svona einhverja svona tilraun til þess, svona drög að stöðuprófi en ekki boði staðla stöðupróf sem var hægt að nota til þess að kanna hvort að fólk raunverulega við ráðningu uppfyllir þessar kröfur. Þannig að þar vantar eitthvað inn í og það þarf bara að koma helst í dag eða í gær.
Þannig að til þess að við getum fyllt þessu betur eftir. Já. Málstefna og maður bara alveg, þetta rosalega flott sem að Reykjavíkurborg að gera bæði vegi og ég held við getum öll lært mikið af því sem er búið að gera. Það svolítið vantar flæðið á milli víða. En hjá okkur þetta auðvitað ekkert starf eins, mjög ólíkt eftir störfum hver þörfin 17 þjóðirnir sem saminast og ég tek undir líka sumir ætla sér ekkert að búa á Íslandi sem gerir alveg verkefnið meira krefjandi en við erum að gera fullt og það verður rosalega gaman að fylgjast með þróuninni í þessu sumt virkar og annað ekki en við eigum alveg helling inni og mér langaði svona að bæta við að það búið svo ótrúlega flott umræði í dag fjármagnið til staðar og ég líta hérna á Lísbet að ég veit upp á mig sökina ég á eftir að sendi svo marga styrki en það kemur fyrir jól ég lofa að vera fyrir á ferðinni 10. Já en allavega þá þá það samt þannig að við erum svona hvað ég segja stíga þessi skref rosalega hratt og mér finnst svona man ekkert hvað ég ætla að segja hvert erum við komin í það? Hver var spurningin? Var ekki þannig? Nei, bara hvernig staðan hjá ykkur kannski núna? Já, ég er búin að fara út í víðanvöld og ég verð svona í allan dag þannig að þú verður að vera með tímaramman á mig sko. Ég fer að koma ég fæ hérna veifið sko. Þetta er gott hjá mér í bili. Já, Íslands heilbrigðiskerfi hefur árum saman treyst á innflytjendur til að manna mikilvægustu störfin eins og hjúkrun og við vitum alveg sko að hjúkrun mikil samskipta vinna eða starf og þú veist okkar vinna snýr alltaf í kringum samskipti við aðstandendur og sjúklinga og bara við samstarfsfólk og við vitum alveg sko að það hefur skapað misskilning á milli varðandi umönnun sjúklingana og núna á Landspítalanum það verið að þróa tungumálastefnu að það verður gert krafa fyrir alla sem eru að sækja vinnu á spítala hafa skilyrði íslensku kunnáttu og allir sko þurfa að fara í svona stöðu próf eins og þú nefndir áðan sem bara líka mikilvægt til að samræma íslensku kunnáttu og líka bara tryggja öryggi sjúklingana okkar. Frábært, takk fyrir. Ég heyri að þeir eru svona koma úr ólíkum geira mörg en mörg kannski svona heilt yfir að glíma við sama vandamálið innan gæsalappa. Það bara það kannski engin svona heilst eftir rammi, þið þurfið kannski svolítið að finna þetta hjá okkur sjálfum, en eitthvað svona sem að hefur nýst hjá ykkur sem að þið gætuð einhvern veginn leitt áfram, hvatt aðra til að taka upp ykkar kerfi, eitthvað svona eitt sérstakt sem að ykkur finnst ganga vel og ætlið að keyra áfram á? Svona ef þú ert að tala út frá íslensku kennslu á vinnustað að þá höfum við verið núna svona nokkur ár farið út í það að vera ekki með íslensku kennslu í skólastofu á vinnutíma eða í frítíma heldur farið út í tæknina og erum að nota app sem heitir Bara tala og það hefur bara verið vinsælt meðal þeirra starfsmann sem hafa notað ég telst til að séu svona í kringum kannski 20-30% af þeim erlendu starfsmönnum sem við erum með sem eru aktífir notendur með appið og þá þetta eitthvað sem þú gerir á þínum tíma, hvort sem það vinnutími eða frítími og svolítið á þínum hraða. Hins vegar þetta eins og með allt annað, það þarf svolítið að fylgja eftir og þetta svolítið þetta undir starfsmannum sjálfum komið eða einstaklingum, hversu mikinn áhuga hefur hann í virkilega á því að læra og þróast. Þannig að við höfum reynt að vera með einhver svona smá hvata, verðlaun, eitthvað svona til þess að svona hampa þeim sem eru að standa sig vel þarna. Og ég held að þetta sé eitthvað sem komið til með að vera meira. Það við notum tæknina, af því að við erum auðvitað alltaf þarna, við erum með grunnnámski í íslensku og svo það svolítið, hvað kemur svo? Því að þú ert svo komið með einstaklingar sem á mismandi stað, hvað varðar færnina í íslenskunni og þá held ég að það sé einmitt alveg mjög frábært að þessi mannlegi þáttur að hann geti einhvern veginn, við þurfum að spila hann einhvern veginn með. Við erum með 3 leiðir varðandi íslensku eflingu fyrir okkar starfsfólk. Við erum með 1300 starfsmenn með erlend ríkisfang í vinnu og við vitum reyndar ekki hvað mörg af þeim eru orðin mjög góð í íslensku.
það aftur svona svolítið, fer ekki endilega saman, þú getur verið með erlend ríkisfang en verið orðin frábær í íslensku, svo getur þú jafnvel verið orðin íslensku ríkisborgari en þurfa samt að læra meira. Þannig að við erum með 3 leiðir, það fyrsta leiðin sem við teljum svona besta íslenskukennsla á starfsstað á vinnutíma. Og það eru hátt í 300 manns núna í 37 mismunandi námskeiðum sem að 4 eða 5 mismunandi tungumálaskólar kenna hjá okkur á starfsstöðunum. Þetta mikilvægt að hafa en ekkert alltaf mjög auðvelt. Það sums staðar bara erfitt að sleppa fólki frá vinnunni og það mannekla og svona, þannig að stjórnendurnir eru lykilaðilar til þess að forgangsraða þessu. Í öðru lagi þá greiðum við líka reikninga fyrir íslenskukennslu ef að fólk vill fara á eigin frítíma í tungumálaskóla á kvöldin. Þannig að það alveg alltaf einhverjir tugir sem gera það á hverju misseri, bara hendar það betur. Og svo í þriðja lagi erum við með bara tala. Það eru 300 leyfi held ég sem eru í virkni hjá okkur núna þar. En þar þurfa líka stjórnendur að gefa fólki svigrúm á vinnutíma til að sinna bara tala. Við viljum þetta sé sem mest á vinnutíma, við teljum það bara okkar samfélagslegu ábyrgð. Þannig að þetta hefur gefist vel en það má alveg gera betur og ég bara var mjög inspireruð af þessu sænska módeli áðan. Ég vil stofna svona íslensku fulltrúa á öllum vinnustöðum sem verði bara svona eins og öryggistrúnaðarmenn, einn á hverjum vinnustað sem eigi sér samfélag, fái fræðslu og sinni þessum stuðningi utan kennslunar, bara í daglega starfinu, að skipta ekki yfir í ensku og bara vera þolinmóður og hvetja alla til að gera það sama. Þannig að bara takk fyrir þetta í dag þetta mjög gott. Já, við erum í sama pakka með, við erum með eitthvað sem að fólk getur farið í og svo eru þetta mikil áherslu á bara að tala. Það sem hefur virkað best finnst mér vera eitthvað sem heitir sértækur orðaforði. Þannig að fólk sé actually að læra eitthvað vinnuna sína. Þannig eins og núna við erum að byggja upp eitthvað sem heitir lesturbyggingatekníka, alveg hardcore, sjáu þið. Og þá þetta alveg bara, allt í hennu kviknar einhver áhugi. Það sem hefur virkað líka náttúrulega tengslin eins og við erum að byggja upp allstaðar. Við notum líka, ég fekk nú að nota bara að tala sem lokaverkefni hjá mér í jákvæðri sálfræði. Þannig að við vorum að reyna að tengja jákvæðan orðaforða og sýna fram á að jákvæður orðaforði muni auka vellíðan og hamingju, sem náttúrulega bara geggjað í svona hardcore trukka heimi, að við förum actually að fara að tala tilfinningar og eitthvað jákvæð. Þannig að þetta var svona svolítið merkilegt og það sem að mér finnst svo dásalegt að við höfum ekki alltaf þolinmæðina, þannig að svona eldri hópurinn hefur verið alveg að koma rosalega sterkt inn í kennslu. Að sýna þolinmæði, að gefa þið tíma til þess að útskýra á íslensku. Mér langar líka að benda á eitthvað sem að því að mannustjórar eru stundum svona, við tökum svolítið svona illa í eitthvað sem heitir viðburðir, við erum ekki viðburðarstjórar. Viðburðir eru snilld þegar kemur á tengslum. Þannig að pílumótið eða fótboltinn eða fantasífótboltinn eða núna rafrænt, ég man ekki eins og hvað þetta heitir, keppni í rafrænum íþróttum, ég veit ekki eins og hvað þetta ég er svo mikið risaðala, en þú veist þetta, þarna skiptir tungumáli ekki máli og fólk mynda tengslin og allt í hennu koma svona neistar. Þannig að tengslin finnst mér vera algjör grunnþáttur í bæði inngildingu og að læra tungumál. Ég gerði meistararannsók og ég rannsakaði upplifunni reynslu erlendra hjúkrunarfræðinga á Landspítala og þú veist, við vitum alveg að það aðlögun mjög flókið og líka bara sífellt ferli og helstu áskoranir sem þau upplifðu tungumálatengdar áskoranir og líka kerfislegar og líka faglegar. En nummer 1 tungumálatengdar áskoranir. En það eftir í varði og skilaverkefni, það mikil heiður og líka forréttindi að geta nýtt þessar rannsóknar niðurstöður, þú veist, á gólfinu og ég var boðin til að vera í verkefnahóp sem fara yfir aðlögunarferli, tungumálaþjálfun og líka ráðningu erlendra starfsmanna, ekki bara hjúkrunarfræðinga. Og það svona skipulag nám, íslensku nám á Landspítala við Mimi og líka bara tala af, við erum að nota það líka og við fengum kynningu umbætur varðandi klínisku starfi sem var rosalega gott og líka það var nýbyrja að ráða verkefnastjóra Landakoti
hún hún sér að hjálpa fólki til að komast betur inn í klínisku starfi og hún bara á gólfinu að vinna með fólki og bara í daglegu starfi. Ef þau eiga erfitt með eiga samtal við skjólstæðing eða bara með fjölskyldumeðlimi, þá hún bara tilbúin til að stökkva og hjálpa þessum manni. Og mér finnst það rosalega gott. Frábært, þetta einmitt, af því ég áðan þegar við sáum einmitt Angie frá Landspítalanum í innslaginu hérna fyrst í dag, þá sá maður einmitt hvað 7 ár á Íslandi af íslensku kennslu getur gert og hún talar ofboðslega fallega Landspítalann sem vinnustað og talaði einmitt þetta með að sjúklingarnir og umönnunar, fólki í kringum sjúklingin væri í raun og veru bara eins og kennari, gæti kennt í raun og veru íslenskuna. Mér langaði að spyrja þig kannski aðeins út í umhverfið þarna. Upplifirðu að þeir innflytjendur sem að vinna hjá Landspítalanum séu heilt yfir að horfa á þetta svolítið svona, sem ákveðið svona kennslurými, að íslenskan geti svona, einmitt, lærst mjög með fólkinu sem að kemur inn og út af spítalanum? Já, að fyrir mér, mér finnst mjög gott tækifæri að vinna, nálega fólki og ég held að sé, heilt yfir, fólk bara jákvæð að læra íslensku, sérstaklega sem eru í að vinna í þessu starfi og líka, það líka hlutverk okkar, ég bara eina tala sem íslendingur, sem leiðbeinendur og líka bara sem samstarfsfólk, við verum að vera svona styðjandi og hvetjandi fyrir þennan hóp vegna þau þurfa greinilega aðstoð með að læra tungumál, íslenska bara svo flókið og bara erfitt tungumál og líka við verum líka bara að sýna þeim samkennd, ekki bara setja íslenskuna upp í kók hjá manni. Já, ég má lýsa það þannig. Frábært, takk. Helga Fjóla, ef við fer kannski bara svo tilbaka hérna. Hvernig þá hinn endinn á þessu? Hvernig hafa íslenskir ríkisborgarar, Íslendingar í grunninn einhvern veginn sem að tala þetta eina tungumál og eiga svo einhver önnur mál sem annað og þriðja mál, hvernig hefur það starfsfólk svona tekið í þessar breytingar og eru allir boðnir og búnir til að aðstoða? Í hreinskilni nei. Við þurfum bara öll að líta svolítið í eigin barm, það ekki svolítið þannig? Við erum öll með ákveðið bias, svo í slettuna og góðri íslensku. Þannig ég held að við þurfum öll aðeins að skoða og við dæmum öll og við erum öll bara svo ótrúlega mannleg og dásanleg. En að því sögðu, þá viljinn til staðar og yfirleitt snýst þetta bara pínlítið hræðslu, það ekki? Við þurfum líka bara að aðlagast og kynnast og þá einmitt tengslamyndunin svo ofboðslega mikilvæg. Það sem að mér finnst svolítið skemmtilegt að sjá að því að umræðan svolítið sérstök víða. Ég hef að vísu ég tók þetta svolítið langt sjálf í prívatinu varðandi inngildingu því að maðurinn minn pólskur ég flutti bara með hann heim að vinnustaðnum fyrir ansi mörgum árum síðan en það sem að mér finnst svolítið að það neikvæð umræða en ég finn þetta samt ekki á vinnustaðnum mínum sem að mér svolítið fallegt og það sýnir bara svolítið hvert vinnustaðurinn og ég rosa stolt af mínu fólki hvert við erum komin af því að það ekkert sjálfgefið og þá snýst þetta einmitt tengjast, skilja, vera ófeimin að spyrja og þetta svolítið eins og, nú ætlum ég að henda áfram einhverju persónulega því að sonur minn samkynhneigður, fyrirgefðu innan minn, að ég þarf líka bara að fá útskýringar og hann og svona minn og hins minn og ég bara risaðilega, við megum spyrja og það kannski líka bara að sýna fólku einlægan áhuga. Ég hérna til þess að kynnast þér, reynum að tala líka ekki bara okkur sjálf, fattiði mig. Við eigum það til, ekki bara ég, að sendirinn verður við þurfum að sýna einlægan áhuga og þannig kvikna finnst mér oft neisti, bæði hjá stjórnendum og heilu samfélagi. Ég kem aðeins inn á þetta líka, það hefur alveg verið sagt, ef ykkur langar að læra íslensku við innflytjendur, farið þá að vinna á leikskóla. Því börnin munu kenna ykkur íslensku. Þetta kannski ekki alveg nóg gott, þó sé kannski sannleikskorn í því, og við þurfum að gera betur og ég hef alveg orðið vör við það á sumum stöðum þar sem komið svona ákveðin hlutfall
innflytjenda á vinnustæðin þá kemur ákveðin þreyta. Þannig að, og stjórnendur þurfa svolítið að gæta því kannski að svona tímasetja þessar ráðningar þannig að það séu kannski ekki of margir að byrja sem þurfa stuðning og Íslendingarnir taka oft eftir því að kannski foreldrasamskipti lenda meira á þeim eða aðstandendasamskipti í velferðarþjónustunni og svo framvegis. Þannig að við þurfum svolítið að stýra þessu og ekki telja að það sé bara nóg að skella einhverjum inn á gólfið og í djúpulögin og þau muni læra íslensku af umhverfinu. Við verðum að vera með margar leiðir. Fólk ólíkt og eins og var komið inn hérna áðan, Finnbjörn nefndi og fleiri að fólk ólíkt og ólíkum stað. Við verðum að kynnast þeim, mæta þeim þar sem þið eru og styðja og hvetja Íslendingarna til þess að taka vel á móti en ekki bara einhvern veginn, ekki bara láta það gerast heldur skipuleggja það svolítið. Það þurfa að gera það. Já, hjá okkur á hótelunum þá er þetta gríðarlega alþjóðlegt umhverfi. Þannig að starfsfólki okkar að megnun til eða yfir meiri hluta af erlendabergi brotið þótt að setja margir afskaplega vel íslensku mælandi eins og hann Hervói sem þið sáðu hérna áðan og en auðvitað gestirnir okkar líka flestir hverjir eru erlendir það ekki mikið Íslendingum á hótelunum í sjálfu sér þannig að umhverfið þetta verður afskaplega alþjóðlegt og eins og talandi það ég á Hilton við erum með gríðarlega gott fræðslukerfi námskeið og annað sem að alls konar varandi störfin og menningu og allskyns en þetta þetta alltaf á ensku þannig að við sem erum Íslendingar á starfstöðunum eða á hótelunum við erum svona svolítið að kannski lítast á því við þurfum svolítið að passa okkur og akkurat þetta að tala íslensku ger ekki alltaf ráð fyrir að sá sem við erum að tala við tali bara ensku leyfa fólki pínu að þú veist prófa sig áfram þannig að ég held að þetta sé líka að við þurfum svolítið að stíga upp og sé, hafa þá menningu en hins vegar held ég að í þessu umhverfi þá eru allir bara við erum með yfir 60 þjóðerni og það einhvern veginn bara það sem og mun verða við erum bara að fara á þessa leið að bara við erum í alþjóðlegu samfélagi fólk kemur til okkar við viljum fara annars staðar að vinna og starfa þannig að ég held að við þurfum bara að svona staldra aðeins við og hugsa hvernig getum við einhvern veginn stutt betur við þetta sem sé, bara við öll sem að tölum íslensku. Takk fyrir þetta. Þá ætla ég kannski að koma einmitt að erindi hennar Olgu frá því áðan språkkombút, held ég segja þetta rétt, språkkombút. Það sá maður einmitt þegar hún var búin að svona alveg að fara að klára erindið og maður sá svona results, ég komið þangað núna, hvað segir maður á íslensku? Niðurstöður, jesús. Þegar við skoðum niðurstöðunar þá sá maður hvað þetta hvað þessi leið að nýtast vel og það var minkaveikinda hlutfall og það var meiri starfsánægja, þau voru lengur í starfinu. Þetta leið sem að þið, allavega þið náttúrulega mjög kannski nokkuð ólíkum geirum, þetta leið sem þið teljið að verði svona farsalegust fyrir heildina að fara eða horfið þið bara frekar þannig að þið eru kannski búin að nálgast ykkar einhvern veginn á einn hátt og allir bara að finna sína leiðir. Hvernig svona horfið þið við þessu öllu saman? Mér finnst þetta bara algjörlega frábært erindi hjá henni Olgu og algjörlega til fyrirmyndar hvað þau eru búin að gera þarna og ég sé þetta klárlega fyrir okkar vinnuumhverfi að geta verið með einhvers konar svona stuðningsaðila sem að bara sér það að fólk sé að tala íslensku, sé að skipta því í hópa og kannski fái svolítið bara að vera þá líka eins og ég segi því að svo það líka eins og segi með þú ert byrjaður að læra íslensku að þú ert á mismunandi stað og þá kannski jafnvel treystur ekki til þess að vera í hópa með þessum ég tala verri íslensku en kollegi minn eða eitthvað slíkt þannig að hvort sem þetta fer út í að vera einhvers konar mentorprogram eða eins og ég segi þessi leið að þá fannst mér þetta bara mjög áhugavert og myndi gjarna vilja sjá þetta á mínu vinnustað. Eins og ég sagði, ég bara eiginlega búin að ákveða að skoða þetta fyrir okkur og byggja þá kannski á módelinu með öryggistrúnaðarmenn sem að fara á námskeið boðið á ráðstefnu, við höldum ráðstefnu fyrir þau árlega, það þá sama, búið til svona samfélag fólki sem brennur fyrir þessu og hefur áhuga, blanda af innflytjendum og Íslendingum sem að tækju það og þyrftu að fara í nám, ég fannst það líka mjög flott hjá þeim að kenna stjórnendunum eða semst hafa þjálfun fyrir stjórnendur í að nýta sér svona starfskrafta og styðja við, þau þurfa alltaf líka að gera það. Þannig að ég bara eiginlega lýsi eftir fræðsluaðila til að bjóða upp á námskeið fyrir íslensku fulltrúa og þá ég með og ég vissum að fræðslusjóðurnir okkar ágætu myndu taka þátt í að greiða kostnað við þetta. Þannig að ég held að við ættum bara að gera þetta og Svíar eru náttúrulega búin að vera miklu lengur með innflytjendur heldur en við verðum bara að læra af þeim sem að
hafa gert þetta í lengri tíma. Og verða svolítið svona stolt og segja bara íslenskan er málið og við ætlum að læra hana með öllum mögulegum leiðum og kenna hana. Já, ég tek bara undir hvert einasta orð. Mér finnst þetta ótrúlega spennandi. Það sem ég hef áhyggjur af, ég ætla að fá að henda aðeins inn er tímafaktor. Af því að í business þá við erum svolítið hröð og það hjóli snúast ansi hratt. Og til þess að við náum að læra, þá þurfum við að gefa okkur tíma. Og það það sem að ég hef áhyggjur af svona almennt í hinu almenna umhverfi. Þannig að tímafaktorinn eitthvað sem að kannski, businessin ekki endilega að gefa sér tíma til þess að við lærum. En mér finnst þetta ótrúlega spennandi og vonandi bara verður þetta einhvers konar overall útfærsla því að ég hef áhyggjur líka af smærri fyrirtækjunum sem ekki ná meira þess að sumir í vandræðum bara með að sækja í sjóðunum. Þannig að ég held að þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Já, ég held að þetta verkefni mun nýtast bara mjög vel á Landspítalanum. Sérstaklega að Landspítali stærsti vinnustaður landsins með rúmlega 7.000 starfsmenn sem ráðnir. Og ég held að þetta svolítið lík með þessu þróunarverkefni sem í gangi á Landakoti. En ég sammála því að að vera fleiri tungumála fulltrúar á vinnustaðnum vegna sem getur hjálpað fólki bara á staðnum þegar hann í vandræðum með eigin samskipti og með samstagsfólki eða skjólsæðinga. Það einmitt líka, eins og þið nefnið, það kannski ekki alltaf bara á vinnustaðnum sem að þú þarft líka að glíma við eitthvað sem úti í samfélaginu og það kannski kemur eitthvað upp sem ekki tengt vinnustaðnum en þú kannski þarft að fá svör við og þá væri mögulega lausn að vera með einhvern svona á staðnum sem geti þá aðstoðið við eitthvað sem tengist bílnuðinum sem kom skyndilega upp á sem þú getur leitað til á vinnustaðnum af því að þetta á nú að hanga saman við og verjum miklum tíma í vinnunni. En það 5 mínútur eftir en ég ætla að taka kannski bara að loka hring með ykkur. Hverjar eru helstu áskoranirnar, hvar liggja tækifærin? Eitthvað sem hefur ekki komið fram sem að þið viljið nýta gluggann hér núna í að berja í borðið með? Já, þetta áskoranir undanfari hefur verið, held ég, starfsmannavelta afskaplega hröð. Af hverju það líka bara því að fólk kemur frá alls konar löndum og sumir komin til að vera en aðrir bara stoppa stult við. Við erum líka bara með fólk sem kemur svona bara í ævintýramennsku, kemur að sumarlagi á Ísland og vinahópur og fær sér vinnu og fær svo bara tilbaka, eitthvað slíkt. Þannig að þetta það sem hefur kannski verið áskorunin að upp á að ná að, eins og ég segi, fræða og styðja nógu vel. En núna erum við kannski eins og í þessum geira, þá svona kannski komin einhver svona ákveðin stöðnun. Vöxturinn ekki bara upp á við og þá held ég að við sjáum tækifæri, sérstaklega hér að kemur að einhverju svona eins og menntun. Þannig að við þurfum virkilega að hlúa að íslenskunni og svona bara yfir heilt stefnan sem við vorum að tala að það þetta margir sem eru að huga að eins og fræðslumiðstöðin, við erum með Hefnisetrið líka ferðaþjónustunnar og það eru til peningar. En við þurfum svona einhvern veginn að passa hvernig þeim varið og þá líka þetta með að við svona sjálf Íslendingarnir hlúum að íslenskunni og einhvern veginn mótum okkur stefnu að íslenskan sé fyrsta málið, að við höfum alltaf allt efni bæði á íslensku og svo á ensku. Þannig að við séum ekki að taka, eins og ég segi, hraða atvinnulífsins, taka þetta svona þessa styttingu að skrifa bara á enskuna því við vitum allir skilja það. Og svo eins og ég segi, sé líka fyrir mig bara gervigreindin muni geta hjálpa okkur meira í praxís og hún sannarlega farin að gera það núna með samskipti á vinnustöðum bara upp á svona praktísk mál. Þannig að þetta svona eins og ég horfi með að minnsta kosti. Já, okkar aðal áskorun kannski að búa til innan tíma í erli dagsins og það sem eru stíf mönnunarmódel og það bara ekkert að auka fólk til að fara í íslenskukennsluna og það svona ákveðin þolinmæði þegar ár eftir ár kannski sami stjórnandinn þarf að sjá af ákveðinu hluta sínu fólki 2 viku, 1 sinni í viku í nokkra klukkutíma til að fara í íslenskukennslu. Þetta áskorunin, við þurfum alltaf bara að taka þetta sjálf og manna betur til að mæta því. Það ekki í rauninni beint vandamál með kannski fjármagni sem slíkt. Fræðslusjóðirnir eru vel fjármagnaðir og að greiða alla íslenskukennsluna hjá okkur, sem sagt útlagðakostnaðinn, þannig að það gengur vel, en mörgum finnst erfitt að sækjum í þá sjóði og við erum náttúrulega stór vinnustöður og ráðum við þetta, en það getur verið flókið að átta sig á þessu og mætti alveg einfalda það kerfi.
einhvern veginn að auðvelda þannig að það líka tækifæri í því sem var nefnt áður sem sagt, með betra stöðupróf sem staðlað og þvert við vinnumarkaðan því nú erum við komið með innflytjendur sem eru kannski búin að vera í íslenskukennslu í 2-3 ár samfellt, þau eru orðin svolítið góð en það vantar kannski að þau verði frábær og fá nógu svona djúpa fræðslu til þess að geta náð fullri sem sagt, C2 færni í samkvæmt tungumálramanum. Við viljum auðvitað enda að innflytjendurnir fari líka þangað og þannig að fræðsla á efri stigunum stundum, það mitt svona nóga byrjandanámskeiðum sko, en fræðsla á efri stigum og þá þarf að sjálfsögðu stöðum til að meta hvert fólk komið. Þannig að svona þolinmæði, langtíma hugsun og við þurfum að vinna saman í að búa til þetta stöðupróf þvert á allt atvinnulífið og allt samfélagið, þannig að kannski bara kalla eftir því. Já, bara sömu áskoranir, mér langaði bara svona, og tækifæri þetta líka, ég tek undir þetta allt, ég samt rosalega föst á eitthvað sem heitir mindset og við höfum verið að nýta okkur eitthvað sem heitir Action for Happiness ef einhver þar, 5 leiðir að vellíðan, ef við pælum bara í landlækni, sko, hvernig getum við náð svona með jákvæð inngrip að hendur svo inn á þess að einhver taki eftir en einhver að fatta mig. Þannig að koma réttu hugafari inn í þetta allt saman því að það lykillinn að því að við lærum. Mér finnst það svo, já, lokapunktur hjá mér. Já, ég bara sammála öll þessu sem þið hafi sagt eða nefnt. En já, líka í heilbrigðiskerfinu, það svo mikill samskiptahraður. Það stundum erfitt að bara stoppa, hvernig á ég að segja þetta. Það verður bara að gera hlutina bara strax. Og það kannski svona helstu áskorun sem ég með þetta í hug akkurat núna. En ég vil bara segja bara í lokaorðum, fjölbreytileiki það var að vera viðurkenndur sem líka styrkleiki. Í síbreytilegu samfélagi eins og Ísland erlend heilbrigðisstarfsfólk getur mætt vaxandi þörfum nútíma heilbrigðiskerfis og það fjárfesting í erlendu starfsfólki lykilforsenda og með betri eða markvissari tungumálaþjálfun og líka tækifærum til að starfsþróunar þeim skapa rými til að vaxa með öryggi og líka bara blómstra í starfi. Frábær lokaorð. Ég held við ættum bara að gefa þeim öllum gott klapp. Takk ykkur kærlega fyrir.